Íþróttafélagið Þór á Akureyri býður upp á fjölbreyttar íþróttagreinar og meðal annars rafíþróttadeildin með skemmtilega aðstöðu inn í áhorfendastúkunni á Þórsvelli. Deildin var stofnuð 5. febrúar 2020 og því að verða ársgömul núna. Hvað með marga tölvur hérna? Við erum með 20 tölvur eins og og svo erum við að fara að fá PlayStation vélarnar 9, PlayStation 5 bráðum, þannig að við verðum með 4 þannig líka. Já, sjálfsögðu. Það eru náttúrulega hægt að spila hinn og þennan leik. Ég segi ofta að þetta sé mjög svipað og skák, svona hugaleikfimi þessi íþrótt, en maður þarf náttúrulega að vera í ágætisformi líka til þess að geta haldið út að spila svona lengi. En yfirleitt er þetta að spila í liðum, kannski 5 eða 2 saman í liði og þú spilar á móti einhverju öðru liði og liðsheildin skiptir rosalega miklu máli, geta unnið saman með öllum hinum og vinna saman að einhverju markmiði. Kína var fyrsta landi til að kalla spilun tölvuleikja íþrótt, en það var árið 2003. Enska heitið yfir þessa íþróttagrein er e-sports og vinsældirnar vaksa gríðarlega hratt. Tæplega 500 milljónir horfðu á rafíþróttakeppnir á árinu 2020. Iðnaðurinn í kringum keppnirnar er gríðarstór og margir hafa atvinnu í beinum tengslum við rafíþróttir, líka á Íslandi. Allra bestu spilararnir geta líka hæglega orðið milljónamæringar og vel það. Sem dæmi má nefna ungan Færeying, Jóhann Sundstein, sem hefur 2 sinnum unnið heimsmeistaramót í leik sem heitir Dota 2 og grætt á því það bil 960 milljónir íslenskra króna. Þetta er alltaf að stækka og verður bara einn stærsta íþróttin á Íslandi innan fárra ára held ég. Já, það er svoleiðis. Eins og eru hjá okkur einhverjir 60 eða að æfa, cirka. Og það held ég að færi bara aukast. Við erum náttúrulega bara búin að vera einu önn, þetta er önnur önnin okkar núna og hún strax byrjað að stækka svolítið. Hver er munurinn á því að einhver sitji bara heima hjá sér í tölvuleikjum eða komi og veri í rafíþróttum hjá ykkur til dæmis? Það er náttúrulega félagsskapurinn og að ef þú ert að æfa einn leik þá geti ég talað saman betur. Ég tekið ykkur frá tölvunni í smá stund, tala saman sem lið, bara alveg svo fundur fyrir leikli í öðrum íþróttum, aðeins tala saman, náðu sér ákveðið eitthvað og byrja síðan aftur. Tala saman áður að byrja líka er rosalega mikilvægt, gera einhver svona plön, gaman að vera með einhverjum, ekki bara að vera einn heima, gaman að vera í hóp þar sem maður er að spila.